Þá það fjórði dagskrárliður í útsendi dagskrá fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar gjaldskrá 2016. Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér að ræða fyrsta liði í fundargerð bæjarráðs frá 10. desember síðastliðinn, en bæjarráð vísaði gjaldskráni til afgreiðslu bæjarstjórnar. Gjaldskráin líkt og verið hefur við, það eru hækkanir á einstaka liðum. Það sem kannski skiptir með hvað mestu máli fyrir bæjarbúa hækkunin á skóla, gjaldskrá leikskóla og skólavistunar, þar sem að meðaltali eða gegnum sneitt hækkað 4%. En svo fram kemur í fundargerð bæjarráðs kemur þá breytingartillaga varðandi afslátt sem rætt verið hér á eftir, en það nú ekki verið venjan að lesa upp einstaka breytingar. Gjaldskráin ekki bara hlögð fram fyrir til samþykktar í bæjarstjórn. Takk fyrir. Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu bæjarfulltrúi. Þá það breytingartillaga frá ellistanum eða meirihlutanum breytingar það breytingartillaga breytingar frá ellistanum. Silja Dögg Baldursdóttir kemur upp, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mikil umræða hefur verið hjá meirihlutanum hversu þungur baggi fjárhagsleg gjöld vegna dagforeldra, leikskóla og frístundar oft hjá stórum fjölskyldum og hvernig sé best að bregðast við því. Það vilji þrátt fyrir aðhald að setja ungar fjölskyldur í forgang. Með þessari tillögu viljum við koma til móts við stærri fjölskyldur og teljum þetta skila hagræðingu beint inn á heimili stærri barnafjölskyldna á Akureyri. Meirihluti bæjarstjórnar leggur fram eftirfarandi tillögu breytingar á gjaldskrá leikskóla og skólavistunar. Í dag veittur fjölskylduafsláttur af grunngjaldi leikskóla og skólavistunar. Tenging á milli afsláttar dagforeldra, leikskóla og frístundar, og til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili. Lagt til að gjaldskrábreyting verði þannig að annað barn 30% afsláttur og þriðja barn og fleiri 100% afsláttur, en afsláttur fyrir þriðja barn fer þá úr 60% afslætti upp í 100%. Takk. Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust þennan lið. Þeir sem geta samþykkt, Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að koma upp og tjá mig þennan lið sem að ég í grunninn fagna, því að ég styð það að við gerum vel við barnafjölskyldur og ég trúi því að þannig verður við í rauninni samkeppnishæfara samfélag ef að við bjóðum barnafjölskyldur velkomnar og gerum vel við þau. Mér finnst svolítið óþægilegt hvernig þetta kom svona á síðustu stundu til okkar. Í rauninni, við erum að ræða þetta bara á 5. í síðustu viku og höfðum þá ekki upplýsingar í rauninni, það var ekki búið að kostnaðargreina málið og þannig að í rauninni það sem og svo fengum við skjal sent í morgun sem að ég fyrir mitt leyti skildi nú ekki alveg 100% og kallaði eftir einhverjum skýringum á heildar hvað þetta myndi kosta okkur. Ég ekki á móti hugmyndinni og ég mun ekki setja mig á mótinni eða greiða atkvæði gegn henni eða neitt slíkt, en ég get ekki annað en velti upp við þessa umræðu af því að við erum nú að fara að tala hallarekstur bæjarins hérna á eftir og við erum að rýna í hverja krónu og ég velti fyrir mér hverjir að fara að hagnast á þessu. Það kom fram í Excel-skjalinu hann í morgun, væntanlega hvað eru margir foreldrar sem að munu hagnast á þessu, eða væri ykkur til að fara yfir það á eftir bæjarfulltrúi Silja Dögg. Það ekki í skjalinu? Allavega, ég kalla eftir upplýsingum það hverjir að fara að gagnast, hverjum þetta að fara að gagnast og getum við verið vissum að þeir aðilar séu þá efnalitlir einstaklingar. Það alveg hægt að eiga 3 börn hjá dagforeldri, leikskóla í frístund og vera samt alveg vel fjáður.
ætlum við ekkert, veist, kannski viljum við ekkert hugsa það, en ég vil þá allan að við séum búin að taka umræðu það áður en við samþykjum eitthvað svona. Ég gerir mig grein fyrir því að þetta eru sko 2 milljónir samkvæmt plagginu sem að einhverjum þykir nú ekki há tala, en ég hef fengið þau svör þegar ég hef rætt verkefni innan bæjarráðs að ef við ætlum endalaust að fara að tína til 2 milljónir hér eða 3 milljónir þar, þá er þetta fljótt að safnast saman. Þannig að ég bara gerir ráð fyrir það sama við aðra. Til dæmis var málefni sem að ég talaði mikið fyrir og sem bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur líka talað fyrir, sem eru að stytta sumarlokun leikskóla. Það er eitthvað sem við teljum að skipti marga foreldra hér í bænumáli. Við höfum fengið ábendingar frá verkalýðsfélögum og frá stórum fyrirtækjum hér á Akureyri sem að telja það vera mikið vandamál. Ég gerir mér fulla grein fyrir því að það er mun dýrari pakki. Það er sko verðmætið á einhverjar 17 milljónir, menn að þetta eru 2 milljónir. Það er haf og himinn þarna á milli. En miðað við hvað hitt fór hratt út af borðinu, þá finnst mér þetta hafa komið furðulega hratt inn á borðið. En bara til þess að súmmera saman, ég mun ekki setja mig upp á móti tillögunni af því mér finnst góð í grunninn. Ég bara velti fyrir mér aðferðafræðina á bak við þetta og ég vil einmitt að við temjum okkur þau vinnubrögð að við greinum ákvarðanir sem við tökum. Takk fyrir. Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi loki máli sínu, næst tekur til máls Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hingað upp til þess að bregðast aðeins við orðum bæjarfulltrúa Margrétar. Það er auðvitað alveg rétt að þessi tillaga kemur nokkuð seint inn og það er auðvitað alltaf betra ef okkur gefst ráðrúm til þess að ræða þær tillögurnar. Við gerðum þann reyndar í bæjarráði en urðum ásótt að senda þetta inn með þessum hætti þar sem að það lægju þá fyrir nákvæmar upplýsingar hvað þetta myndi kosta. Það verið eðlilega að við tækjum þessu umræðu fyrir framan bæjarbúa alla, þannig að það ætti ekki að koma bæjarfulltrúunum á óvart. Nákvæmlega sama hátt á við aðrar tillögur sem hér eru til umfjöllunar og meðal annars títtnefndu bæjarfulltrúi Margrét held ég flutningsmaður að einhverjum einni allavega. Að það eru auðvitað hlutir sem eru búin að liggja fyrir í rauninni mjög lengi og hefði auðvitað þess vegna geta verið komnar miklu fyrir fram. En við auðvitað tökum því bara eins og þær koma á þessum tímapunkti og þær koma innan lögmætisfrests og þá bara fjöllum við þær. Aðeins samt að þessum tveimur atriðum sem borin eru hér saman. Annars vegar þessi afsláttakjör sem að bæjarfulltrúi Silja kynnti, að 2 milljónir króna aukakostnað ef að allir sem ræðir nýta sér yfir höfuð þetta tilboð. Þetta er í rauninni ekki svo ólíkt því sem áður var. Það er að segja að það fékkst fullur afsláttur með 3. barni innan leikskólakerfisins. Hér er eingöngu það að ræða að þessi afsláttur nái til dagforeldra, leikskólakerfis og vistunar í skóla. Þannig að þetta er nú svona áferðamunur en ekki hérna í rauninni algjörlega ný hugsun. Nú hvað varðar hverjir fá þetta og hverjir geta fengið þetta? Það er áhugaverð umræða og hana er ég alveg til í að taka hvenær sem Við höfum nefnilega hingað til ekki verið með tekjutengingar þegar kemur að slíkum afsláttum og ef að það er það sem að bæjarfulltrúi Margrét kallar eftir, nú þá er skrítið að hún skuli þá ekki löngu vera búin að kalla eftir því hvað var það bara aðra afslætti sem að nú þegar eru til staðar vegna þess að væntanlega getur tekjuhátt fólk fengið þessi 30% í afslátt af öðru barni sem nú þegar eru til. En ég til í þá umræðu því að hún held ég bara okkur gagnleg og við eigum að taka hana sem sagt með reglu millibili. Nú aðeins að hinu atriðinu sem varða þá sumarlokan í leikskóla. Ég tiltölulega nýr inn í skólanefnd, en ég var þess þó áskynja á mínum öðrum fundi þegar að þetta var rætt að fulltrúi foreldra þar inni, hún fagnaði því sjálfu sér að við legðum þá bara til og legðum fyrir þetta 3 ára plan sem að við ákváðum í fyrra og verðum fjármunum þar á eftir til þess að breyta þessu ef, og takið eftir, hún sagði ef óskir koma það. Hún taldi að mörgu leyti gott að það yrði bara gerð nákvæm úttekt og skoðanakönnun meðal bæjarbúa á þessu vegna þess að það er ekkert víst að það liggi fyrir að það sé endilega það sem menn vilja.
Og þegar menn tala hérna stór fyrirtæki, og ég hef fulla samúð með þeim sjónarmiðum sem liggja þar á bakvið, þá mögum við heldur ekki gleyma 70-80% af öllum fyrirtækjum bæjarins sem eru lítil fyrirtæki, og ég get ímyndað með það að þetta leggist nú ekki mikið léttar á þau fyrirkomulagi sem á þessum fríum, hvort sem það á þennan hátt eða annan. Þannig að ég held að við séum að vinna þetta sumarlokunarmál bara í fullri sátt við foreldrasamfélagið hérna í bænum, og við skulum bara sjá hvað sú niðurstaða leiðir til. En hvað var það að við erum að fá mál seint hérna inn? Ok, þá má alveg vel skoða það og við getum breytt frestunum, en þessi tillaga rauninni ekkert komin öðruvísi inn til umræðu núna heldur en þær tillögur sem að liggja fyrir frá minnihlutanum. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Einhverjum fleiri sem vilja taka til máls varðandi þessa breytingatillögu? Margrét Kristín Helgadóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúa Loga Má kærlega fyrir þessa grein og góðu skýringu. Góðu skýringu. Ég kalla ennþá eftir í rauninni upplýsingunum sem ég var að biðja um. Hverjum þetta fara að gagnast? Og ég alveg til í að taka umræðuna tekjutengingu og leikskólum eða öðru hverju slíku. Bara hvenær sem Og mér finnst það í rauninni bara fín hugmynd. Að eins og kerfi gengur út á í dag þá bara sjálfkrafa ákveðnir aðilar með afslátt inn í eins og bara svo ég taki fyrir leikskólana, þurfum að tala um hann. En það í rauninni ekkert, þú getur alveg verið einstæður en verið efnamikill. Þetta ekki algilt. Þannig ég hvenær sem til að taka þá umræðu. Og í rauninni fyrst við erum að ræða líka dagforeldra og annað, þá finnst mér líka mjög gott ef við myndum marka okkur einhverja stefnu til framtíðar það að við viljum vera með einhvers konar ungbarna leikskóla. Að við förum að stíga skref í átt að bara því sem hinn Norðurlöndin að gera. Að það mætti að halda að þau væru ljósára undan okkur í þessu. En ég gerir mér fulla grein fyrir því að þetta ekkert sem við erum að fara í strax. Þetta dýrara en það kerfi sem við erum með í dag. Og bara með fullri vinningu, ég ekkert að setja út á núverandi dagforeldra. Það að fólk að gera sitt besta. En einmitt, ég myndi vilja sjá þetta að við myndum marka okkur einhverju svona stefnu til framtíðar í þessum málum. Hvað varðar það sem bæjarfulltrúi Logi Már talaði að það veri minni fyrirtæki líka, ég bara ber fulla virðingu fyrir því. Ég hef bara ekki séð ályktun frá þeim hingað inn að sumarfríslokun bitni á þeim. Ég var að vitna í ákveðna ályktun sem við fengum senda frá stóru fyrirtæki. Já, þetta síðasti sénsi minn til að koma upp, þannig að ég athugast í mun eftir einhverjum meiru. Já, bara takk fyrir umræðuna. Margrét Kristín Helgadóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Því miður bæjarfulltrúi Margrét, þá liggja ekki fyrir nákvæmlega greiningar á þessum fjölskyldum. Við vitum þó að þetta snertir 44 fjölskyldur og við vitum að þessi afsláttur tekur til þeirra sem eiga 3 börn á aldrinum þá væntanlega 1 árs til 9-10 ára. En við höfum ekkert farið í greining á því frekar heldur en við höfum farið í greining á því hverjir að njóta aðra afslætti sem eru ótekjutengdir hjá bænum. En ítrekka það, ég tilbúin í þá umræðu hvenær sem Hvað varðar ungbarnaleikskóla, það miklu stærri umræða og það auðvitað eitthvað sem var skoðað held ég á síðasta kjörtímabili og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason þekki kannski betur en ég, en kostnaður við slíkan skóla hljóp á 100 milljóna króna, 500-600 milljónum minni mig. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar til að koma hérna upp aðeins og árétta bara það sem eins og ég skildi bæjarfulltrúa Margréti, að hún væri fyrst og fremst að gagnrýna það hvernig málsmeðferðin væri og hvernig þessi tillaga kemur inn. Við erum ekkert í sjálfu sér, held ég, að setja út að það að þessi niðurstaða verði svona, en þetta því miður pínlítið einkennandi fyrir það hvernig mál hafa svona dottið inn og þetta nú ekki alveg sambærilegt við það sem að kemur hér á eftir því að við erum nú búin að ræða sumt af þeim tillögum sem að
koma hér til umræðu eftir oftar en einu sinni, annar staðar. En ég get vel skilið þessar áhyggjur sem bæjarfulltrúi Margrét Kristín að bera hér fram og mér finnst við ættum kannski frekar að taka þessu bara þannig að við ekki bara læra þessu og reyna að breyta þessu vinnubröðum þannig að þau verði í raun vandaðri. Og við séum búin að taka ákveðna umræðu áður við hopnum hérna inn og ætlum bara að afgreiða svona 1, 2 og 3. En ég tek það fram eins og ég heyrði að bæjarfulltrúi Margrét Kristín tók fram að við erum ekki að setja okkur upp á móti tillögunni sem slíkri. Takk fyrir. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust varðandi þessa breytingatillögu. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu hana. Þeir sem geta samþykkt það vil sem gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það önnur breytingartillaga. Sóley Björk Stefánsdóttir vaflista lagði fram eftirfarandi tillögu breytingar á gjaldskrám Hlíðarfjalls og Listasafn að sambærileg afsláttarkjör gildi á gjaldskrá Hlíðarfjalls fyrir öryrkja og gildi fyrir 67 ára og eldri. Orðið er laust þessa tillögu. Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi beðið orðið. Já, ég ætla nú ekki að hafa langt mál þetta. Þetta er bara, vil bara árétta að mér finnst það eðlilegt að öryrkjar njóti þarna sömu kjara og aldraðir og þetta er svona, hugsunin er lýðheilsa, þannig að fólk hafi þá tækifæri og einmitt það kannski fólk sem á minni pening en meiri tíma hafi þá tækifæri, bara aukinn tækifæri til þess að stunda íþróttina sem skíða eru. Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu varðandi þessa breytingatillögu. Orðið er laust. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þar sem ég siti í Akureyarstofu þá langaði mig bara að koma inn á það að þessar hugmyndir voru ræddar þar inni og borðnar upp til samþykkis. Það hefur bara ekki skilað sér inngreinlega til bæjarráðs. Þannig að mér langaði bara að það kæmi fram að það var samstöð það mál innan þessari nefndar. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið er laust Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, þetta er kannski ekki að flækja máli en vantarlega hefur Eva verið að skírskota til liðar sem kemur eftir sem var ræddur í Akureyarstofu vegna þess að hérna vorum við einhvern hvað tala Hlíðarfjall ekki satt, það er ekki búið að lesa upp seinni hlutann af tillögunni sko. Já, þannig að en við vitum alveg hvað hún er að meina sko, það er bara leyft þarna miskilning. Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust varðandi þessa breytingatillögu. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt eins og gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það Sóley Björk vaflista leggur fram eftirfarandi að afsláttur verði veittur af öryrkjum, eldri borgurum og skólafólki aðgangseyri að Listasafninu á Akureyri. Orðið er laust varðandi þessa breytingatillögu. Sem enginn hefur, Njáll Trausti Friðbjörnsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, rétt bara hefur þetta verið kostnaðargreint. Ég ætla alltaf að reyna muna eftir að spyrja eftir öllu svona hlutum. Þannig að hér í þessu kerfi er statt og stöðugt að koma einhverju tillögur eitthvað sem er ekki kostnaðargreindar. Þannig að ég vil bara fá, hefur þetta verið kostnaðargreind? Takk. Njáll Trausti Friðbjörnsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ef að bæjarfulltrúi Njáll er að spyrja hvort að afslátturinn hefur kostnaðargreindur sem að liggur að grundvelli tillögu hérna Sóleyjar, þá veit ég það ekki. En ég veit það og vil bara það komi fram að mig minnir að forstöðumaður Listasafnsins Hlynur hafi álitið að tekjurnar sem af þessum nýja lið skapast gæti verið 4 milljónir. Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara svo ég svari því, nei, þessi tillaga mín hefur ekki verið kostnaðargreind, ég hef engar forsendur til þess að greina kostnaður vegna þess að það hefur ekki verið rukkað inn á listasafnið í ansi mörg ár, þannig við höfum raun og verið engar upplýsingar aldursskiptingu eða skiptingu þeirra hópa sem að sækja safnið. Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið laust. Það sem enginn hefur hvað sér hljóðsköngu til atkvæðagreiðslu þennan breytingalið sem geta samþykkt það eins og þess gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá til umræðu fjárhagslega aðgrúpaða gjaldskrár og orðið laust gjaldskrána í heild sinni og þær breytingar sem í henni félast með breytingatillögum sem hér hafa verið samþykktar. Þannig að eins og gefið merkið. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu gjaldskrána með þeim breytingatillögum sem fyrir liggja. Eins og gefið merkið þessi geta samþykkt. Átta, væntanlega. Það samþykkt með 8 atkvæðum. Þeir sem eru á móti, eins og gefið merki. Þeir sem sitja hjá, það eru 3. Þá það